Þetta ein mesta ferðahelgi ársins sem framundan. Þau eru komið til okkar Björn Ingi Hrafnsson og Ragnheiður Davíðsdóttir sem eru í bænum, ótrúlegt nokk. Þú þurftir að keyra í bæinn samt til þess að koma til okkar. Já, ég var dregin frá 4, 5 og 6 vetra stóðhestum, gullfallegum til að koma hingað, en það var nú svo smaltilegi. En umferðin í bæinn var vægast sagt dálítið mikil. Þú varst á Hellu? Já, ég fór á Hellu, ég fór á landsmóti í dag. Já, þannig að segja umferðin úr bænum? Úr bænum, ég mætti gríðarlega þungri umferð og þó var klukkan ekki nema hvað ganga 5 þegar ég var á leiðinni. Hvernig, ég get ímyndað mér hún sé mjög þung akkurat í þessum töluorðum. Já, Björn Ingi, hvað ert að gera í bænum? Akkur ekki færa hann bara upp til sveit? Ég er nú bara að vinna hjá sama fyrirtæki og bara rétt að klára vinnudaginn en ég ætla nú að gera eitthvað helgina en reyndar skilst mér að spáin sé þannig að það sé nú eiginlega best að vera hérna en ætli maður fari ekki eitthvað upp í Borgarfjörðu upp á Akranes, það eru írskir dagar þar og mikil tjaldstæðis og ungmenn að deila þar í uppsiglingu þannig að það er margt að gera þetta í kring. Já, einmitt af því þú minnir nú að tjaldstæðið, hafið þið séð eða lesið fréttirnar sem voru á Vísi 28 ára lífefræðing sem fekk ekki að tjalda vegna þess að hann átti ekki börn. Já, ég sá eitthvað viðtal við 2 konur sem ætlaði að tjalda í sakleysi sínu, 27-8 ára gamlar. Og það kíkti í aftursæti á bílnum þeirra og þegar engin börnin voru þar, þá var þeim meinaður aðgangur að tjaldstæðinu. En hefðu þær verið 22-23 ára með 2 börn í aftursætinu, þá hefðu þær fengið að fara inn á tjaldstæði. Þannig að ég hef ákveðnar efasemdir að þetta sé nú bara hreinlega, já, kannski löglegt en ekki, já. Ekki siðlegt? Ekki siðlegt, já. En maðurinn sem var talað við í fréttinni, hann var nú eitthvað að tala um það að það væri verið að reyna að halda, þetta væri fjölskyldutjaldstæði, það væri verið að reyna að halda næturfrið og svo framvegis. En hvernig skilgreinum við fjölskylduna? Það er nú það getur verið par sem er komið á fertugsaldri sem ekki er með börn og á þá ekki að treysta því til að tjalda á tjaldstæði, ég veit ekki. Og hegða sér almennilega? Og hegða sér almennilega, það er svo sé gefið að bara fólk að það er ekki með börnin þá ætli það bara að gera allt vitlaust og drekka sig. Já, það er alls konar svona girðingar, við séum líka 20 stundum komast ekki inn að 23-25 ára aldurstakmark. Já, og þetta fer auðvitað ekki eftir aldri, auðvitað er hins vegar mjög erfitt að gagnrýna þetta vegna þess að það er, eins og þið segið, það er örugglega góð hugsun á bak við þetta til þess að reyna að yngra fólki geti skemmt sér saman og hinir séu þá meiri rólegheitum en síðan leið og menn fara að reyna að setja ykkur á girðingar og þá fer allt í rugl. Þetta minnir mig hins á það þegar við vinnirnir vorum á menntaskóla, fórum upp í Eldborg og vorum miklu kallað, ætluðum að skemmta okkur vel verslunarmannahelgina, tjölduðum einhvers staðar og svo komu til okkur úlingastúlkur og spurðu hvort að við ættum ekki að vera á fjölskyldustæðinu. Það er iðulega algjörlega, það er helgi fyrir okkur, þannig að þetta er gömul saga og ný, það er ekki saman hvernig þetta er sagt, það er alveg á hreinu. Mér finnst svona reglur, ef hægt er að tala um reglur, mér finnst þetta svona, gera svolítið lítið úr ungu fólki, þetta er svolítið vantraust, það er auðvitað ákveðin hópur innan þessa aldurshóps sem kemur illa orði á heildina en það má ekki dæma alla út frá einhverjum. Það má finna byttur og ólátabelgi í öllum aldurshópum. Já, heldur betur. Spurningum kannski annað sem hefur vakið ennþá meira athygli og kannski stærra meint mannréttindabrot, það er frávísan Kenýamannsins úr landi. Spurning hvort að við áður með ræðum það, hvort við heyrim aðeins í honum því að við vorum með viðtal við hann hér í vor sem að Þóri Guðmundsson tók fyrir okkur og það sem hann lýsti þeim aðstæðum sem hann lenti í Kenýa, þetta er stjórnarandstæðingur í Kenýa. Við skulum fyrst heyra aðeins hvað hann að segja. Við skulum sjá hvort að þetta er ekki tilbúið hérna hjá fólkinu okkar. They put a gun on my neck and it was very, very cold. They told me to say my last prayer. I thought I was going to be killed. I thought I was going to die. The only word that I said was Jesus, and I started trembling. Tears could not come out. I didn't know what was going to happen to me. There was a truckload for the police with bodies, dead people that had been killed. They were pushing us with the gun. They told me and my friends to go and offload these bodies and put them into the freezers. And we had to do this. We didn't know if after this they're going to kill us or not. I counted 53 bodies that we had to remove from the police truck. Two most chilling incidents was of a small baby of about 6 or 7 years that had no limbs and even feet that we had to put in the morgue, in the freezers. The last body was of a woman that was naked and just a cloth on the neck like that. This body had cuts, machete cuts,
and it seems that the woman had been raped. Já, þetta sagði hann Pól Ramses hjá okkur í vetur og nú hann farin að landi brott, var sendur brott í morgun. Hvað finnst ykkur þetta mál? Ég veit ekki satt að segja hvernig maður á að orða það. Mér finnst þetta hreinlega fyrir neðan allar hellur. Ég verði að segja alveg sveir og ég minnist þess ekki bara síðan ég fór að fylgjast eitthvað með fréttum að viti að það hafi bara einum einasta manni verið veitt hæli hér sem pólitískum flóttamanni. Það er einn. Já, þannig að ég veit ekki hvaða stefnu íslensk stjórnvöld ætla að fylgja í þessum málum. Hún er allavega ekki mannúðleg, svo mikið víst. Ég tek undir þetta. Mér finnst þetta bara mjög hryggilegt. Ég þekki þennan mann, ég hef nokkru sinnum hitt hann. Og ég gerir ráð fyrir því að það gildi líka um marga sem til dæmis hafa verið í fjölmiðlum eða stjórnmálum hér á landi, af því að hann, eins og þeir segja, tók þátt í stjórnmálum í sínu heimalandi og var mjög áhugasamur íslensku stjórnmál. Tók þátt í hjálparstarfi með ABC í sínu heimalandi og annar staðar í Afríku. Mjög áhugasamur þetta land og þessa þjóð og mikill sómi að honum að mínu mati og mér finnst þetta bara sorglegt og mér finnst að það verði einhvern veginn að opna þessu umræðu vegna þess að þetta hefur stundum gerst áður. Og niðurstaðan er einhvern veginn alltaf þannig að umræðan fjarar út og við komumst að þeirri sameiginlegu niðurstöðu, kannski með þögninni, að hér á landi að gilda bara sú reglu að engum er hleypt inn, bara ekki undir neinum kringumstæðum, sem mér finnst auðvitað bara, held ég að það sé bara engin þjóðarsátt vegna þess að mér sýnist að almenningur sé allur á einu máli þessum efnum. Auðvitað veit ég að það er mjög erfitt að opna þetta og erfitt að sjá hvað gerist þá. En við verðum nú samt að geta stundum nota hjartað en ekki bara köldu hugsun. Það verður að vera einhver skynsemi í þessu. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að fólk er skilið í sundur, hjón eða sambýlisfólk með lítið barn og þetta er bara, maður fær hreinlega tár í augun að horfa upp á þetta. Svo veltir maður því nú fyrir sér, ég veit nú ekki hvort að ég er kvikindislega að segja það, en hefði þetta verið hvítur maður frá einhverju öðru landi þá er það spurning hvort það hefði verið tekið svona hart á honum. Já, þetta er örugglega ekki búið. En það var fleira sem var hrigði fólk í vikunni. Margir höfðu áhyggjur af því að Ríkisútvarpið var að fara í hundana fyrst þar væri byrjað að segja fólki. Það bárust fréttir af því á mánudaginn. Þetta er ekki bara afleiðing af EHF-væðingunni eða OHF-væðingunni eða hvað hún heitir. Þetta komið svolítið óvart. Ég er nú svona gamall rúvari og hef verið þar tíðum innan borðs og aldrei nokkuð tímann hef ég heyrt uppsagnir þar, þannig að þetta er svona kannski síðasta vígi fallið. Já, enda var þetta náttúrulega ríkisstofnun, þannig að það voru menn nánast æviráðanir. Veit ekki, hvað finnst þér um þetta? Ég finnst mjög sárt þegar fólki er sagt upp, en við skulum ekki gleyma því að það er verið að segja fólki mjög við það í atvinnulífinu núna og þetta er þá kannski eins og Ragnheiður segir breyttir tímar, hins vegar kemur mann auðvitað óvart að þetta skuli gera svona fljótt eftir að OHF-ið var sett þar aftan við vegna þess að það voru ansi margir sem töldu það töfralaust og eftir það er allt svo frábært og meiri háttar. Hins vegar hlýtur þetta líka vekja spurningar innri forgangsröðun í stofnuninni vegna þess að þetta þarf svo útvarpsstjóri að ákveða hvað á að leggja niður. Bitnaði svolítið illa á svæðisútvarpi, eða svæðisstöðum út á landi. En nokkur dögum áður var búið að eyða stórfé í Evrópukeppnina í knattspyrnu sem að Ríkisútvarpið var á sínum tíma bauð yfir einkastöðvar. En verður ekki samt sem aður RÚV OHF að bregðast við þegar þeir hafa ekki eins mikla peninga milli handana eins og áætlanir gerðu ráð fyrir? Jú, að sjálfsögðu. Þeir þurfa að gera það eins og allir sem að reka fyrirtæki, hvort sem það er í opinberri eigu eða einkaaðilar. Ég bendi á að það er fólk að missa vinnuna út all land þessa dagana og því miður er margt sem bendir til þess að það verði mjög mikið uppsagnir á næstu dögum og vikum. Þannig að þetta er svolítið þessi nýji veruleiki sem Íslendingar hafa ekki þurft að hafa miklar áhyggjur af síðustu ár. Það hafa einfaldlega allir fengið vinnu sem það er langflestir sem þess hafa óskað og nánast verið samkeppni fólk. Já, ég held að það sé líka svolítið, þetta hefur gerst rosalega bratt. Ég man að kunningi minn var að leita sér að vinnukrafti einhvern tímann það er ekki nema tæplega ár síðan og þá bara fékk hann engan í vinnu. Það bara hvernig svo sem hann auglýsti með ágætt starf. En í dag er algjör viðsnúningur í þessum efnum, þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að hafa aðeins ágjör af. Já, stutt eftir hjá okkur hérna. Nýjasta fréttin, Jón Ólafs. Nú er búið að ákæra hann fyrir skattsvik og engin smá skattsvik. Nei, það voru þessi tveir Jónar mjög áberandi, Baugur í gær og svo Jón Ólafsson og það hafa nú verið fréttir af þessum mönnum hér á landi síðastliðin ár mjög mikið. Jú, þetta eru miklar sakargiftir. Ég veit ekki hvort að ég skildi fjölmiðlana rétt en mér skildist á svona þessum netmiðlum í dag að Jón hafi nánast heyrt þessa ákæru í fjölmiðlum áður en hann sá hana sjálfur.
en hérna, ég hef engar forsendur til þess að dæma þetta fyrir fram, en ég bendi á að Hæstiréttur taldi það mjög ákærðu í hag í Baugsmálinu að þetta dregist allt of lengi, 3,5 ár. Ég held að þetta sé komin í 6 ár, þannig að það er ótrúlegt að sitja undir einhverjum slíkum ákærðum svo lengi, algjörlega óháð ákærðinu sem slíkri, sko. Ég fagnaði auðvitað skattayfirvöld að vinna vinnuna sína, það er náttúrulega bara jákvætt út af fyrir sig. En enga síður, sko, þá vona ég að þetta sé ekki annað Baugsmál innan gæsalappa í uppsiglingu þar sem að stofnað var til stóra mála en útkomi hvað? Já, bara litlar fjæðrir, ef við getum orðað að þannig. En við mögum ekki gleyma því eins og að það var, ég held að hugtakið vinnukonuútsvar átti meðal annars þennan mann, vegna þess að það kom hér árum saman tekjublað frá þessu verslunar þar sem menn voru að velta fyrir því hvað Jón væri sniðugur að nýta þau takmörkuðu fjárhæðir sem hann hefði. Þannig að auðvitað getur maður sagt að hann hefði nánast verið að biðja rannsókn. Hvað stendur annars upp úr í viðskiptalífinu í vikunni? Var Financial Times að tala stjórnarslit á Íslandi, en það hefði nú verið kveðið í kuttinn? Já, menn hafa nú aðalega áhuga því að vita við hvernig þessi maður var að tala hérna heima. Það er einhver sem hefur verið að tala við hann. Já, ég meina það er... Þú sprutt ekki upp samsæriskenningar strax vegna þess að hann er prófessor í sama skóla og utanríkisráðherra námi? Jú. Sko, það sem stendur upp úr er fyrsta lagi hvað ástandið er alvarlegt. Vaxta ákvörðun Seðlabankans bendir ekki til þess að hún sé að lagast alveg á næstunni. Síðan voru þessi stórtíðindi varandi Baug og FL Group. Af einhverjum ástæðum eru þeir búin að komast að þeirri niðurstöðu að FL Group sé ekki nafn til langframa, það er komið annað. Og hérna, þú veist, menn er að reyna að skríða inn í sitt hýði og styrkja sig fyrir þá erfiðu baráttu sem framöndan er. Baráttan framöndan helgina, Ragnheiður? Ég ætla bara að hafa loka orðin í þessu spjalli eitthvað á þá vera. Ég vona allir komi heilir heim því að þetta er stærsta ferðahelgin ársins og reynslan sýnir okkur að margir slasast þessa fyrstu ferðahelgi í júlí, þannig að ég segi bara Guð láti gott að vita, ég veit ekki nein alvarleg slys ennþá. Vona svo verið. Vona það besta. Við skulum vona það líka.